að eiga samt yndislega stund hér í dag og eins og hún Ester var að segja ykkur áðan að þá erum við komið nýja heimasíðu sem er, ég man alltaf að það var einn að kynna þetta í Bandaríkjónum predikar og hann sagði www, en við segjum bara keflavíkgospel.is keflavíkgospel.is og þar getið þið fundið samkomurnar okkar og ýmislegt fleira og þar telur niður hvenær næsta samkoma byrjar og svo framvegis. Það alveg flunkun í heimasíða, hinn var orðin 10 ára gömul og kannski voru ekki svo margir hérna sem fóru á hana en það voru samt alltaf 30-40 heimsóknir á dag hverjir sem það voru. En nú sem sagt komin ný heimasíða, endilega kíkiði á hana og ef þið missið af samkomu að þá getið þið farið inn á hana á eftir. Við erum líka með, sem sagt, höfum verið með lokaðan bænahóp sem allir í kirkjunni geta verið með í sem heitir bænasamkoma Hvítasunnu-kirkjunni og þar sendum við út tvisvar í viku bænasamkomurnar. Þannig að þið getið beðið með okkur á þriðjudögum og föstudögum og gerum það sennilega eitthvað áfram. Ég veit ekki hvenær yfir lýkur. En fólk hefur verið að byrja með okkur á Spáni, Danmörku, Færeyjum, þannig að það er yndislegt að geta sameinast fólki út allan heim í dag. En eins og ég sagði áðan að þá er skírnarsamkoma í dag og ég ætla reyndar ekki að tala skírn, við ætlum að halda áfram með ekki 4 kallana heldur 4 köllin. Og það í dag erum við að tala kall til að vaksa. En ég ætla að segja nokkur orð skírn, bara að skírn, hún í fyrsta lagi, hlýðni við Guðs orð, hún í öðru lagi greftrun og upprisa, hún í þriðja lagi játning eða sáttmála tákn og hún í fjórða lagi þá gefur hún fyrirheit heilagan anda. Vegna þess að þeir fengu heilagan anda eftir að þeir tóku skírn í postulasögunni. Nú, það ein setning hérna sem ég langaði að lesa. Athöfnin er játning í sjálfu sér þar sem skírnþegi játar á táknrænan hátt að hans gamla líferni sé lokið. Tókuð þetta því? Nú hans gamla líferni lokið frá þessum degi. Og hvað kemur svo? Og nýtt líf með Kristi hafið. Þetta táknræn athöfn þar sem við segjum, ok, mitt gamla líf því lokið og þess vegna gröf fyrir gamla lífið mitt. En nýja lífið, ég rís upp aftur til að lifa því úr gröfinni. Þannig að skírnarathöfnin í rauninni jarðaför og upprisa. Það allt í einum pakka. En þetta þessi biblíulega skírn að við erum sem sagt dáin og grafin með Jesú Kristi til þess að rísa upp og lifa nýju lífi með honum. Og það svo fáir sem skilja í raun og veru þetta með kristna lífið. Það flesti sem halda við séum svona kífanísklúbbur eða í öðru lagi oddfellowaklúbbur eða frímúraraklúbbur eða sértrúar söfnuður. Nei, við erum bara börn Guðs. Af því að við fundum Jesú og hann, það að segja Jesú fann okkur og við fundum hann. Og á síðasta sunnudag þá vorum við að tala að koma til Krists. Koma til Krists. Að við vorum kölluð, Guð kallaði okkur til að koma til Jesú Krist og þegar við komum til Jesú Krist þá komum við að þessu altari þar sem við lögðum lífið okkar á. Við gáfum honum lífið okkar til þess að hann gæti gefið okkur sitt líf í staðinn. Og í dag þá ætlum við að halda áfram að tala þetta saman. Nú það kall til að vaksa. Sjáðu til. Nú ertu byrjaður að lifa nýju lífi, þetta nýja líf með Jesú Kristi. Það svo merkilegt að fyrir flesta það endirinn.
þeir fermast, allt búið, veistla, og svo ekkert meira Jesú tal. Ég fermdur, þetta búið mál. En sjáðu, fyrir Guð og fyrir foreldra sem eignast nýtt barn, hugsið ykkur, komið með barnið heim af fæðingardeildinni, búið, minnust ekki á barnið meira, búið mál. Nei, sjáðu, fjölskyldan gleðst yfir því að nýtt barn fætt í heiminn og nú byrjar lífið, halleluja. Nú byrjar lífið, það ekki enda, það að byrja núna, ég að byrja að ganga í nýju lífi með Jesú Kristi. Þegar ég gifti mig, þá byrjaði ég nýtt líf með henni Dísu. Og Dísa kom heim í Piparsveina íbúðina mína og síðan fengum við gesti í heimsókn og það var skrifað í gestabókina It's amazing what a woman's touch can do to a man's apartment. Það alveg með ólíkindum hvað snerting konu getur gert við Piparsveina íbúð. Það var eitthvað svona. Hún skrifaði þetta á ensku minni mig sem setti þetta í gestabókina okkar. Og málið var það að konan mín, þegar hún kom inn í íbúðina mína, vitið þið hvað hún byrjaði að gera? Hún kom með blóm. Það var einhver sem myndi það. Hún kom með blómin í íbúðina og það kom nýtt líf með henni. Og þetta sama sem Jesús Kristur gerir, hann kemur með falleg blóm inn í líf okkar þegar við byrjum að ganga með honum. Eitthvað sem við höfum aldrei áður þekkt, eitthvað sem við höfum aldrei áður séð í okkar Piparsveina synda lífi. Fyrirgefiði, orðbragðið. En það þannig að við erum öll fædd syndarar, ég hef ekki. Sumir verða ægilega reiðir þegar maður segir það eru allir fæddir syndarar. Ertu að segja mér það? Já, ég að segja þér það. Og það verður ekkert með þig að gera og það ekki þér að kenna. Það Adam að kenna. Sjáðu, Adam syngaði, þess vegna þú fæddur syndari. Af því að þú ert fæddur út af Adam. Ef að pabbi þinn á heim í Vestmannaeyjum þegar þú fæðist, þá getur þú ekki gert að því að þú fæðist í Vestmannaeyjum. Þú ert bara Vestmannaeyingur hvort sem þér líka betur eða verð af því að þú fæddist þar og af því að pabbi þinn bjóðar þegar þú fæddist. Adam, hann í raun og veru hafði óhlýðnast Guði og þess vegna kom eðli syndarinnar inn og þess vegna allir sem eru fæddir út frá Adam, þeir eru einfaldlega syndarar. Þess vegna kom Jesús Kristur í heiminn. Já, nú skil ég. Hann bara svo skrítið, það var einu sinni prestur sem spurði vinn minn, hvað þetta sem þú ert að segja, hvað þýðir þetta að vera frelsaður? Og þetta var svolítið fyndinn náungi, hann hét Eiður Einarsson, blessuð sé minning hans. Hann sagði, heyrðu, sjáðu, sko, Jesús frelsarinn og þess vegna þeir sem taka á móti honum, þeir frelsast. Já, þetta var bara svona einfalt. En þetta fór fram hjá okkur í Guðfræðideildinni, því miður. Jesús, hann frelsarinn, hann kom til þess að deyja fyrir syndir okkar og frelsa okkur. Þannig að þegar við byrjum að lifa með Jesú Kristi, þá byrjum við að lifa nýju lífi. Og það sagt Jesúm Krist í Lúkasarguðspjalli 2:52 að Jesús þroskaðist að visku og vexti hjá Guði og mönnum. Það önnur ritning í Jóhannes 3:30 sem segir, það Jóhannes að segja og það kannski ekki alveg í þessu samhengi en ég ætla að minnast á hana samt, hann segir, hann á að vaksa og ég að minnka. Og þetta var Jóhannes skýrari sem var að tala og það má segja, ef þú hefur tekið á móti Jesú Kristi, þá viltu að hans líf innra með þér vaxi og þitt líf minnki. Það að segja þínar langanir, þínar skoðanir, það svo miklu betra að hafa skoðanir Jesú Krist. Jesús, hann segir þér nefnilega alltaf að slappa af þegar þú ert pirraður. Hann segir þér að elska þegar þú ert meira pirraður og hann hefur sína skoðun á málunum. Og það svo gott að hafa hans rödd hérna djúpt inni. Og að vaksa í Kristi þýðir það að við leyfum honum að taka meir og meir yfir okkar líf. Nú, það fæðast allir sem börn, ekki?
Býtu, hver var það sem söng að hann vildi að börnin fæddist fermingu eða eldri af því að þá þetta svo miklu þægilegra. Engin bleiuskipti, bara einn femtur og búið. En við fæðumst öll sem börn, það ekki? Fæðumst öll sem börn og síðan byrjum við að vaksa. Og sjá, ég vil bara fá ykkur til að hugsa að ef við byrjum ekki að vaksa þá eitthvað að. Ef við byrjum ekki að vaksa ef að barn byrjar ekki að vaksa þá eitthvað að. En nú erum við að tala að ef einhver tekur á móti Jesú Kristi þá hann ný sköpun, hið gamla var það engu. Við tölum hinn kristna mann sem nýja sköpun. Hann fæðist, hann endurfæðist. Hann endurfæðist. Hvað endurfæðist? Líkaminn, nei. Þinn innri maður endurfæðist. Það alveg svo sé skipt forrit, innra með þér. Þú fær nýtt eðli. Þú fær eðli Jesú Krist. Þú fær nýja langanir, ný áhugamál, af því að andi Krist hefur tekið sér bústað. Þú ert endurfæddur, þú ert ný sköpun. Og ef þessi nýja sköpun byrjar ekki að vaksa þá eitthvað að. Nú, í 1. Korinthubréfi, 3. kafla, að þá Páll að tala til Korintumanna og við skulum lesa þá ritningu. 1. Korinthubréf, 3. kafli, frá versi 1. Og hér Páll að tala til kristinna manna. Hann segir, ég gat ekki bræður tala við yður eins og við andlega menn. Andlegi menn eru svona þroskaðir menn. Heldur eins og við holdlega, eins og við ómálga, það segir ómálga í Kristi. Ómálga, enska þýðingi segir infants eða unga barn. Hann þurfti að tala við þá eins og unga börn og það eins og mamma segir da, þegar mamma að kjá í barnið sitt. Þannig að hann þurfti að segja eitthvað svoleiðis við þá. Mjólka við yður að drekka, ekki fasta fæðu. Og þau vitið það að börn, þau byrja að nærast á mjólk. Ég man alltaf þegar sonur minn fekk mat í fyrsta skipti. Ég held að hann hafi verið orðinn 6 mánaða. En hann var á móðurmjólkinni þangað til. Mjólka við yður að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þér það ekki. Sjáðu, kristna lífið svo líkt náttúrulega lífinu, að stundum, að fólk sem nýbúið að taka kristna trú, að það skilur ekki margt sem við tölum í kirkjunni. Það svona, þetta bara algjör hebreska. Og það bara allt í lagi. Ég skildi ekki algebru nema ég hefði lært að fyrst grundvallaratriðin í reikningi. En þér þoldu það ekki enn, þér þolið það jafnvel ekki enn, því enn eru þér holdlegir. Og svo segir hann, fyrst metingur og þráttanir á meðaliðar, eru þér þá í holdlegir og hegðið yður á mannahátt. Þannig að Páll að segja að andlegir menn, að þeir eru ekki að kýta eða þræta, þeir leyfa þér heldur að þeir eru eins og góðir eiginmenn. Eiginkonan hefur alltaf rétt fyrir sér. Og svo andlegu maður að hann leyfir öðrum bara að hafa rétt fyrir sér. Það var annað vers hérna í Pétursbréfinu, við erum að tala að börn nærast á mjólk og ég ætla að lesa það líka fyrir ykkur. Það segir 1. Pétursbréf 2. kafli, 2. vers. Sækist eins og nýfædd börn eftir hinni andlegu ósviknu mjólk til þess að þér af henni geti dafnað til hjálpræðis, enda hafið þér smakkað hvað drottin góður. Sækist eins og nýfædd börn eftir hinni andlegu ósviknu mjólk. Og ég veit alveg hvað þetta vegna þess að ég upplifði þetta sjálfur. Þegar ég frelsaðist, eins og fólk segir. Þegar ég tók á móti Jesú Kristi, þá fekk ég nýja áhugamál og ég var á togara og ég fór með Nýja testamenti með mér og ég hafði það með mér í vélarrúmi og þetta var eins og bara nýr reyfari fyrir mér. Mér fannst svo gaman að lesa í Nýja testamentinu og ég var svo spenntur, ég drakk í mig mjólkina. Þetta var eitthvað nýtt sem hafði byrjað hjá mér og þetta var allt nýtt og þetta var allt svo spennandi. Og ég sá bara hlutin á heiminn í nýju ljósi. Ég var ný sköpun í Kristi og ég drakk bara og drakk þessa
nýju mjólk. Nú, í Efesusbréfinu þá talað það að ef þú lest Efesusbréfi 4:14 þá kemur þar krafa frá Páli postuli til kirkjunnar að hætta að vera börn. Hann segir við þá að við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningavildi tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika og vaksa, við erum að tala að vaksa, í öllu upp til hans sem höfuð í Kristur. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast og fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Margir sem játa kristna trú í dag, þeir vita ekkert Krist. Þeir vita ekkert ritningarnar. Það hægt að þvæla þeim fram og aftur og þeir segja, er þetta kristin kenning? Af hverju vita þeir ekkert? Af því að þeir hafa aldrei í raun og veru vaxið í trúnni. Þeir játuðu Krist en svo var málið dautt og búið. En sá sem að í raun og veru byrjar að vaksa með Kristi, hann byrjar að þroskast og hann verður 1 árs, hann verður 2 ára, hann verður 3 ára og við sjáum að hann vex upp. Svo verður hann 10 ára og svo verður hann full þroska. Þannig að hann talar hér kenningarvinda og ef ég sjáðu til þeir sem kannski þekkja ekki kirkjuheiminn, þá það þannig í kirkjuheiminum að það koma svona stundum menn og þeir segja, þetta leiðin, ef þú vilt sjá þetta gerast, þá þetta leiðin, þú bara fylgir mér, þú fylgir minni kenningu og þá muntu vaksa í Guði. Og svo rekur fólk sig á það að þetta var ekki leiðin. Og ég var að hugsa, ef við berum þetta saman, hefur foreldrar fengið svona tilboðum námskeið hvernig á að láta barni vaksa. Hvað myndir þú segja? Þú myndir segja, nei, ég held að vaxi bara sjálfur sig, ég held bara áfram að gefa því mjólk að drekka og svo fær það barnamatinn á sínum tíma og svo fær það bara elsku, ástúð og ummönnun. Og það nákvæmlega þetta sem Páll að segja, ekki láta kasta þig til og frá, þú skalt bara elska Jesú og vaksa í sannleikanum, þá gerist þetta alltaf sjálfur sér. En það svo margir í kirkjuheiminum uppteknir af þessu, uppteknir af hinu, þeir gleyma því alveg að tilgangur kristindómsins að læra að þekkja Jesú, læra að þekkja Guð. Kynnast honum, alveg eins og maður og kona í hjónabandi, þau elska ef að hjónaband sem vex og ef það eðlilegt hjónaband, þá elska þau hvert annað meira. Ég búið með 40 ár og ég elska konuna mína miklu meira heldur en fyrst. Miklu meira. Og við höfum fengið að vaksa saman og sem sagt, samfélagið okkar þannig í dag að ég veit svona hér bil næstum því hvað hún hugsar og hún líka með mig. Og það þannig sem við höfum að vaksa með Jesú, hann á ekki að vera einhver fjarlæg ákvörðun sem við tókum bara á einhverju æviskeiði lífs okkar. Nei, þetta ný byrjun og við byrjum að ganga saman, vaksa saman og sumir halda að þetta sé svo ægilega leiðilegt, en ég skal segja ykkur að þetta svo ægilega spennandi og skemmtilegt að vera tengdur við skapara alheimsins. Í Kólossubréfinu, 1. kafla 28. vers, þá segir Páll svona, hann segir, hann boðum mér, og hann að tala Krist, við áminnum sérhvern mann, fræðum með allri speki, til þess að við getum leitt hvern mann fram fullkominn í Kristi. Og svo segir Páll að þessu stríða ég og stríði með þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þannig að Páll, þessi postuli,
hann var að erfiða alla daga að fá fólk til þess að þroskast og vaxa í trúnni þangað til að það væri orðið full þroska og mótað og lét ekki lengur kasta sér til og frá. Það vissi á hvern það trúði og það þekkti Guð. Hjarta Páls var að fá fólk til að þekkja Guð. Honum var alveg sama hvernig gluggar voru í kirkjunni eða hvernig altari var eða allt það. Málið snerist bara persónuna að fá hana til að rótfestast og grundvallast í Jesú Kristi. Að vaxa í Kristi. Og það er það sem kristna lífið snýst Andlegur vöxtur, hann ekki endilega háður tíma, heldur hlýðni. Það var maður sem hét Yonggi Cho, hann með kirkju í Kóreu sem sennilega orðin hátt í 1 milljón manns. Hann sagði svona, I pray and I obey. I pray and I obey. Og ég bið og ég hlýði. Ég bið og til Guðs, svo hlýði ég þegar hann talar til mín. Og ég man alltaf eftir, það var skopmynd utan á bók sem ég keypti einu sinni, þar var maður, ef þið hugsið ykkur mann hérna á 4 fótum, hann er á hnjánum, svo lítur hann svona upp og segir, Guð, ekki trufla mig núna, ég að biðja. Og það má segja að Yonggi Cho, hann var búinn að læra þetta, hann biður og svo vænti hann þess að heyra frá þeim sem hann var að biðja til og svo sagði hann, ég hlýði því sem að ég í raun og veru heyri. Og þannig verður andlegur vöxtur. Börn sem að í raun og veru þau læra að tala af foreldrum sínum. Þegar foreldrarnir byrja að tala, þá læra börnin að tala. Og þetta eins í kristna lífinu þegar Guð talar til okkar, við lesum orðið hans og við hlýðum því, þá byrjum við að vaxa. Mér datt í huga, sá sem heyrir orðið og gerir ekkert með það, ég hef búin að tala svo oft við ykkur blettin sem ég sá því, að graskornin þau kom í poka og síðan þegar ég tók kornið úr pokanum, setti hann niður í moldina, þá gerðist kraftaverk, það kom upp gras hérna á Íslandi og hérna bara á þessari lóð, það kom upp gras. En það var einu sinni korn í poka og margir líta á Guðs orð og hafa það alltaf sem korn í poka. Sjáðu til, já, svakalega er þetta flott. Svo hristaði pokan og já, þetta er flott. En sjáðu, grasfræið, það gerir ekkert í pokanum, það gerði ekkert fyrir það fór niður í jörðina. Þá gerðist kraftaverkið og það byrjaði að vaxa í jörðinni. Í Jakobsbréfinu, 1. kafla eða öðrum, að þá er talað að taka á móti hinu gróðursetta orði. Það er sákorn sem hefur verið gróðursett. Þannig að ef að sákornið er gróðursett, þá kemur það upp. Í pokanum gagnast það ekkert. Þannig að þú getur verið með alla fræðsluna þína í pokanum og þú hugsa, já, þetta er Guðs orð, en sjáðu, leið og þetta verður alvara fyrir þig og þú tekur það og þetta kemur inn í hjartað þitt, þá byrjar það að gera eitthvað í lífið þínu og þú byrjar að vaxa sem kristinn einstaklingur. Það gerist kraftaverk. Og það er meira heldur en bara að þú byrjar að vaxa, stundum þegar þetta sákorn kemur, þá kemur lækning. Það gerist kraftaverk, ég meina Guð, hann er líka læknir. Þannig að andlegur vöxtur er ekki háður því hvað þú er búin að vera játa kristna trú lengi, sumir vaxa bara upp fyrir höfuðið á manni bara á 1 ári af því að þeir eru svo uppteknir af Jesú. Þeir eru svo uppteknir af Guði föður og þeir vaxa svo miklu fyrr en margir aðrir. Nú, í Jósúa 5. kafla, 12. vers, þá er sagt að Ísraelsmenn, þeir voru komnir inn í Kanaanland sem Guð hafði gefið þeim. Það segir, daginn eftir þraut manna þeir átu af gróðri landsins og upp frá því fengu Ísraelsmenn ekki manna,
heldur átu þeir af gróðri Kananslands það árið. Manna var eitthvað sem Guð gaf þeim og mér finnst þetta svo hliðstætt við þegar þú ert að vaksa upp á þínu heimili, þá það pabbi sem kaupir í matinn, ekki þú. Þetta ekki glaður, Elmar? Já, pabbi kaupir í matinn, pabbi borgar. Og ég man ennþá eftir því að pabbi minn og systkini hans, þau fóru einu sinni og keyptu jólagjöf handa afa og það var á þeim árum sem enginn átti pening, þannig að þau létu skrifa það hjá afa. En þau kom og gáfu honum jólagjöfina. En hérna verið að segja að það kom sá tími að Guð hætti að gefa þeim að borða og nú eru þeir að setja niður, gróðursetja í Kananlandi og uppskera sjálfir. Og þetta eins í kristna lífinu að þú byrjar að vaksa í Guði og þú hefur mömmu og í raun og veru heilagur andi okkar mamma. Það ekki pastorinn, það Guðs heilagi andi og hans orð. Hann er móðurinn og hann síðan ýtir hann þér út og segir, heyrðu, nú skalt þú fara að gera eitthvað sjálfur. Nú skalt þú fara að eta þinn eigin ávöxt, ekki alltaf eta frá hinum, heldur nú skalt þú fara að sjá þig sjálfur. Að þá ertu orðin full þroska. Og það einmitt þetta að Guð, hann þráir að kristið fólk vaxi í trúnni. Og það að lokum hérna 2 ritningar. Önnur í Pétursbréfinu og þar svona lesning hvað gerist í kristna lífinu. Og ég veit að þetta svona svolítil hebreska, ef þú ert ekki að lesa Biblíuna, að það segir hérna, með því vers 4, síðara Pétursbréf, 1. kafli vers 4, með því að hann hefur veitt og sinn dýrmætu háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakandi í guðlegu eðli, þér hafi komist undan spillingun í heiminum sem gindin veldur, svo kemur, leggið þess konar alla stund á að auðsýna í trú eða dygð, dyggir í trúnni, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögunni, í sjálfsögunni þolgæði, í þolgæðinni guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku, í bróðurelskunni kærleika. Ok, þið þurfið að lesa þetta og íhuga þetta í svona hálftíma til að fatta hvað hann að tala hérna. En ég las þetta bara svona fyrir ykkur til þess að ég skilji þetta vers sem ég ætla að lesa núna. Því ef þér hafið þetta til að bera, fari vaxandi í því, munu þér ekki vera iðjulausir, né ávaxtalausir í þekkingunni á drottni vorum Jesú Kristi. Síðan 1 vers í Orðskviðunum 1:5, þar segir hinn vitri, sá sem hefur visku, hann hlýðir á, hann gerir meiri það, hann eykur lærdóm sinn. Og það eru margar ritningar í Orðskviðunum sem segja það að ávítur, eitt versi segir, ávítur fá meira á vitran mann heldur en 100 högg á heimskingja. Þannig að ef við erum vitur og ef við erum vís, þá höldum við áfram að læra. Við hættum aldrei að læra. Við segjum aldrei, ég veit allt, eftir því sem þú veist meira, þá veistu í raun og veru minna. Það segir, hinn vitri hlýðir á og hann eykur lærdóm sinn. Og það svo yndislegt að sko lífið okkar, það byggir á fjölskyldu og þegar fjölskyldan tekin frá okkur þá lítið eftir. Andlega lífið byggir líka á fjölskyldu og ef það tekið frá okkur líka þá lítið eftir. Það svo yndislegt að vera hluti af fjölskyldu, vera líka hluti af kristinni fjölskyldu og vaxa þar með foreldrum, bræðrum og systrum. Þannig að hafirðu bara játa trú á Krist, þá Guð að kalla þig til að vaxa í trúnni. Og hvað átt að gera? Þú átt að fara á spennan og drekka mjólkina. það snýst það. Ef við ekki drekkum mjólkina, þá gerist aldrei neitt. Við verðum bara áfram unga börn og það verða þrætur og metingur,
hvort að þetta svona eða hitt hinsegin. Nei, ef við þekkjum Jesú, að þá erum við full af hans friði.